Við ætlum að enda rauðaborðið í kvöld á umfjöllunum músík, skapandi framtak. Nú gaman að segja frá því að ég skrapp í sund daginn og það var maður í pottinum sem að hélt því fram að á Laugaveginum væri spiluð live músík 3 klukkutíma á hverju einasta kvöldi í viku og þar kæmu aðalega ferðamenn og myndu hlusta á þetta og þetta væri einhverju bókabúð og ég sagði bara nei, þetta getur ekki passat. Þannig er enginn að spila músík 7 kvöld í viku alla mánuði ársins fyrir ferðamenn. Það hefði kannski verið prófað fyrir einhverjum áratugum en við lifum ekki þannig samfélagi í dag. En þetta reynist nú samt vera rétt hjá þessum manni og ég hef fengið hérna 2 söngvara og tónlistamenn til þess að ræða við mig þetta dular fulla músíkstönd sem að mér skilst að erlendir ferðamenn séu mjög meðvitaðir en kannski bara fæstir Íslendingar. Verið þið velkomin Ragnar Ólafsson, tónlistarmaður og Marína Ósk Þórólfsdóttir, tónlistarkona. Takk. Fór ég rétt með? Er þetta staðreynd? Og líka allir þetta að heyra hvernig þú uppgöta þetta því að þetta svolítið best varðveita lindamál Íslands í tónlistarbransunum. En þetta ekkit lindamál út í heim því að þú fer að TripAdvisor eða að jafnvel TikTok þá mikið maður mælt með að þú fer til Íslands að kíkja í The Bookstore eins og hann kölluði hann á enskunni. Og þetta á Laugavegi 18 í Húsi Máls og menningar. Nákvæmlega. Hvert einasta kvöld frá 8 til 11. 7 dagar allt árið. Í að verða 3. árið núna í röð. 3. árið, það er það það bil 1000 gig plus sem við búin að gera. Vá, og þá er það spurningin, af hverju er þetta leyndarmála meðal Íslendinga? Af hverju vissi ég vinn við að fá upplýsingar og ég kom á fjöllum og Já, við höfum ekki svona þetta kvarta heldur því að það er fullu kofin öll kvöld. Og þetta er ferðamenn og ferðamenn þeir mæta svo glaðir að þeir komin úr einhverju jöklaferði eða skoða einhverju íshelli búin að fara sér að borða á kvöld kannski í bænum á það fer svo heim og hvað gera það? Jú, það er alltaf náttúrulega Laugaveginn og svo heyra tóna streym út úr bókabúð, Hús Máls og menningar kannski rigning, kannski sól en alltaf það ákvað að kíkja inn. Já, þið ganga á hljóðið á hverju kvöldi. Og það þarf ekkert aðra kynningu á þessu en það kannski. Nei, það er bara lítið skilti fyrir utan, live music every night. En eins og segi, svo ætla bara að spyrjast út þannig að við tökum eftir með hverju árið þannig að fólk mætt jafnvel áður byrjum að spila. Það er búin að heyra frá okkur eða lesa okkur það sá okkur á TikTok og ákveða að kíkja og að því að fólk svo mætur svo sátt bara Íslands senið bara og þá er ekki svo þakklátt þannig að við erum með svona besta og þakkláttasta krát í heimi sem bara frá fyrsta lagi bara tekur allir sem spilum rosa vel sem skapar mjög jákvætt umhverfi fyrir listamanna því að þú veist það sjálfur að það er ekkert skemmtilega að spila fyrir fólk sem kann virkilega að meta það sem þetta gera og þannig byrjaði og svo bara yfir 3 tíma þá þróast þetta út í dans, samsöng og yfirleitt til lok kvöldsins og klikkar ekki þá eru bara 200 manns standandi í fætur að syngja með í öllu sem Hvernig músík eru það að spila, Marín Ósk? Við höfum sett okkur þær vinnureglur þannig að allir geti verið með að við spilum í rauninni bara lög sem allir þekkja og þannig að við erum í rauninni tökulega hljómsveit og við höfum allt á ensku og það var líka bara skipun að ofan frá rekstrarstjórum en okkur finnst það eiginlega bara make a sense af því að við erum með svo alþjóðlegt krát sem er að hlusta á okkur og við viljum halda þeim og viljum að allir geti notið saman þannig að auðvitað þurfum við að spila allt eða spila músík sem allir þekkja og stundum fáum við alveg spurninguna getið ekki spilað eitthvað íslenskt og hvað gerir þið þá? Þá yfirleitt segjum við nei, kannski ekki í kvöld en þú veist, máli er náttúrulega bara leið og við spilum eitthvað íslenskt þá er risastór partur af krátunum sem maður mun ekki þekkja lagið og það er svona, getur fallið beggja vegna Hvaða aldurshóp eru það að tala við? Allan aldur, við fengið niður í bara 6 mánuða upp í nýrætt En eru flestir kannski 40, 50, 60? Það er bara þessi ferðamann aldur fólk sem hann hefur efnað að ferðast Á hvaða aldri eru ferðamenn hérna? Ég myndi að megni Hvað ég var að segja, 25 til kannski 65 eitthvað svoleiðis svona prime ferðaaldurinn og svona ungir hópar koma oft stóri hópar saman og hann eldar fólk svona pör og vinahópur Þannig að þetta er svona coverlög Já
Getur þú nefnt mér sem dæmi mögulegan lagalista í kvöld ef þú ert að fara að spila fyrstu 3 eða eitthvað svoleiðis? Sko, við byrjum alltaf svona á kurteisari nótunum, sko, svona rólega, byggjum upp. Þannig ef þetta væri mitt kvöld í kvöld, þá myndi ég líklega að spyrja á einhver eins og Ain't No Sunshine. Já. Færa mig svo yfir í Son of a Preacher Man. Aha. Og svo jafnvel yfir í Time After Time. Já. Það er svo gott. Það er svo flott, sko. Já. Og svo svona, já, þú veist, þegar kannski svona hálftími liðin af giginu eitthvað svo leiðis, að þá myndi maður fara að telja eitthvað sem að fólk getur kannski að fara að syngja með í. Já. Have You Ever Seen the Rain? Þannig að þú byrja rólega. Já. Og svona, einmitt, byggjum aðeins upp, hitum okkur upp, hitum upp gráti, hitum upp staðinn. Og og svo svona förum við að svona fá þau til að vera með og þá er einmitt Have You Ever Seen the Rain eitthvað Queen-lag Somebody to Love eitthvað þannig Hotel California virka nú ávallt og Sweet Child of Mine það er eitthvað magic í því lagi sko þannig að já, það er svona hvað ég var að segja, það væri svona ákveðin standard en náttúrulega þegar við spiljum svo mikið þá reynum við þetta að breyta til Og það að sleppa ykkur alveg í lokin með brjálað hús bara alla dansandi upp á borðum Já, ekki borðum, það náttúrulega má ekki Það má ekki upp á borðum Það má dansa alls staðar annars staðar Já Og það er líka gert Og þetta er rými það sem er hægt að kaupa bækur í og eru bækur í eða Já, alltaf bókabúðan var lokað, það var svo breytt í bar og það er svona cirka 3 ár síðan og svo var einhver tími sem var að reyna að finna svona rétta rekstraformi sem henta staðnum og svo þróast þetta út í það að pröfa live cover tónlist og svo bara var það að virka og búin að vera bara öll kvöld síðan þá en ég miskist að bækunar sem í veggjunum eru ennþá til sölu það eru 50.000 bækur ennþá í húsinu það er svona merkilegt við þetta sögufræga hús ég man ekki hver hanna þetta en hönnun er alveg æðisleg maður líður velinninni, hljómbunni góður og náttúrulega svo hefur þessa mikla sögu sem maður finnur bara maður lappar inn það er í veggjunum er menning og vita menn, þetta er bara besti tónlistastæður í heimi líka lögun er þannig það er engin 90 gráður vinklar veistu þannig að það er engin vond svona endurspeglun á soundi Já, og hann er líka hann er þannig að maður er alltaf í nálægð við áhörundina hann er náttúrulega, þetta er ekki þannig að þú veist það er einhver á fremsta bekk og svo einhver á aftasta bekk heldur bara að aftasta bekkur er rosa nálægt fremsta bekk þetta er svo ílangt þannig að sem er annað sem verður svo geggið í þessu húsi það er þessi nánd og 2 hæðir náttúrulega þannig að og hann líka gleipir fólk alveg sko þannig að það getur verið 200 manns og samt ekki svona óþægilega mikið stappaskilur og við erum að tala um bara gamla góða bassi, trommur, gítar, hljómborð söngur Já, alltaf 4-piece og yfirleitt er það sko kassagítar sem syngur líka þannig að við gerum það svo rafmagnsgítar, bassi og trommur og svo grípist stundum í kíta sem er svona hljómborðsafbrigði því að sviðið er svona tiltölulega lítið þannig að við þurfum að passa plássið en líka erum við búin að þróa þetta líka sjói sko að við stöndum ekki bara kyrr og spilum við förum upp á box með fyrir framan okkur til þess að svona ná í fólkinu með okkur og við erum með að taka alls konar rock pósur og stíla og svona því að við höfum bara lært það líka núna yfir þessi 3 ár að þegar meira sem við gerum grín af okkur eða svona að sleppa okkur bara þá erum við svona að gefa fólki leyfi að sleppa sér líka þannig að heil leikræna spilar stóra rullu algjörlega sko og það er líka alþjóðlegt tungumál að sleppa sér þannig að við tökum lög sem við þekkja og sýnum með svona látbræði að hér með bara njóta eitthvað það er líka svo kærkomið sko fyrir bara ég held fólk í dag það er bara staðinn, það er bara erfitt að vera til það bara, við erum öll að díla við eitthvað og ég held mögulega að fólk haldist til dæmis þarna inni, þú veist að flestir koma inn til okkar bara snemma kvölds og eru allt kvöldi, þetta eru 3 tímar og ég held að partur af því sé bara þarna færðu frí þannig eru bara allir saman að njóta tónlistar og þetta er svo mikið, þetta er svona fyrir mér er þetta er kraftur tónlistarinnar en saminar fólk einhvern veginn í þessu sem við sjáum ekki þetta er líðan, þetta eru upplifanir þetta eru tilfinningar og þú þarft ekki að þekkja manneskjana við hliðina á þér til þess að öskra með í Hotel California
þú veist, bara við syngjum bara saman og ég veit ekki hvað það heitir og það bara geggjað. En sko, eins og ég nefndi hérna í inngangnum, ég veist þetta úthald alveg með ólíkindum og við þekkjum það að það bara stórmál að halda upp í leiksýningu í hálft ár, 2 sýningar í viku eða eitthvað svo leiðis en þeir eru búin að gera þetta í 3 ár. Þegar ég var í þessum bransa fyrir mjög mörgum áratugum þá vorum við alltaf fullir þegar við vorum að spila og hérna sum okkar í popbransanum voru bara við dauðans dyr út af lifnaðinum sem fylgdi þessu. Ég held að ég hef rakist út úr popheimunum bara til að bjarga lífi mínu. Ég lifði allt og rætt. Þið væntanlega eruð ekki mikið að fá ykkur í glas hafandi spilað 1000 kvöld í röð eða hvað það þarna. Nei, þú veist, auðvitað fær fólk sér þú veist, drykk hér og drykk þar. Líka bara við, þú veist, það bara fylgir alltaf í rauninni, hvað maður segja, það fylgir þessu að vera á sviði og það bara þessi stemming sko. En fyrir allan að mig sem söngvara þá það náttúrulega bara ekkert gott rallega sér. Þetta náttúrulega bara í rauninni radd upp þurrkari, þú veist, áfengið sko. Og þannig ég fer mjög krefjandi lög líka sem að syngja og yfir 3 tíma, þannig þetta eru 3 tímar, nei, nákvæmlega maður rauninni gæti ekki gert þetta nema maður hugsa heilsuna sko. Það smá það. Þannig að lykillinn á bakvið þetta úthald í rauninni bara reglufesta og fagmennska. Og líka fagmennskan, það með lykilárið að líka hópurinn sem að gera þetta, við erum 7 manna kjarni að við pössum línuna og pössum hvort annað og það fagmennskan alltaf höfð. Og hún skiptir eiginlega alltaf miklu máli að þessi ákveðin okkur finnst að það yfir ákveðin standard þannig að þú veist, við sem hópur pössum alltaf upp á það og það einhvern veginn, þú veist, ef það kemur í vandamál þá bara dílum við það en við viljum bara passa að halda þessum standard sem að Búksturband hefur sko og sem alltaf bara búin að koma því við erum búin að spila saman á hverju kvöldi í 3 ár. En ég þetta, þessi stemning í hópnum náttúrulega líkinn því að við höfum ennst svo lengi og vorum ekki búin að fá leið þessu og vorum ekki þreytt. En eru engin lög sem að þið bara ælið í hugan yfir því að vera að fara að flytja? Bara kvíliði. Bara kvíliði, það svo mikið til. Og lykillinn er að þróa alltaf setlistan, þannig að maður alltaf hverju vikur að pröfa ný lög og finna nýja gullmóla sem virka og þannig að yfir árið þá þróast setlistin. Og getur allt gerst í flutningi lagana, koma stundum óvænt sóló og við auksambandi og nú ætlaðu að brjóta þetta upp og þeir að lesa salin þannig að þarna eitthvað rosa merkilegt að gerast. Með þess að sko, þeim meira sem maður á tónnum og bregst við, þeim meira svona þróast sjóið og bestu kvöldina þegar eitthvað sjóið fyrir ykkur átt sem maður ekki vona. Þannig að það maður alltaf að ekki vera autopilot, heldur vera bara, hlusta á hvert annað, bregðast við hver öðrum og bregðast við fólkinu. Og svo bara, taka allir sem í húsinu taka þátt í að þróa kvöldið. Já, nákvæmlega sko. Það líka ákveðin kunst sko. Að því það líka ákveðin öryggi í, þú veist, þegar maður fer á svið og þú veist nákvæmlega útsetningun á laginu og þú veist hvað þú ætlar að standa og hvernig þú ætlar að syngja það. En ef þú skilur það eftir fyrir utan sviðið sem alltaf, ég náttúrulega kem út jazzinum og þá það alltaf það sem þú þarft alltaf að gera. Þú mátt eiginlega ekki taka með þér á svið. Þetta það sem við erum búin að ákveða svona verður þetta. Að því að tónlistin svo lifandi og hún getur farið hver sem og það getur orðið svo mikið, þú veist, mikil svona músikalsk samtöl sem verða til á staðnum sem annars verða ekki til og það líka partur af því að við getum gert þetta svona oft og það eru ákveðin lög sem við erum búin að spila, ég er búin að spila í 2,5 ár, ég er búin að vera í þessu bandi í 2,5 ár en það bara því að þau eru ennþá lifandi. Það ennþá nýjir hlutur að gerast. Við getum nálgast í nýju tempói eða byrjaðu öðruvísi eða settu annars þar í prógramið og og náttúrulega hverju kvöldið er ekki sama fólki. Svo það og það líka heldur manni rosa mikið á tánum því að 2 gítarleikar að spila sóló eða ekki einu sko. Eru þið bæði með tónlistamenntun? Já, einhverju liti. Já, ég er með menntun í jazzi sem ég segi, tók bachelornámi sko, ég var ekki að fjá en ég var í námi hjá Kristjánu Stefáns. Hún var ráðið við skóla minn í Keflavík því að bara var engin rytmískur söngkennari þá. Svo fór ég til Amsterdam og lærði bachelor í jazzsöng og endaði svo í mastersnámi í Stokkólmi. Þannig að ég er með master í Svíatengingin sko. Ég er með bara gráð úr Götu akademíni í Göteborg. Nei, bara mest sjálflærður, lærði smá söng. En þú lest nótur? Já, ég gerði það.
ef ég þarf þess. Og eru þið bæði með gott eyra, getið pikkað upp það sem þið heyrið? Já, spilað eyrað mikilvægast. Já. Alltaf. Já. Það ennþá það sem skiptir mestu máli. Já, einmitt. Í raun sko, já. Ekkert mál að pizza tóntegundir, breyta, fara upp og niður? Nei. Og líka alltaf hópurinn, við náttúrulega erum með alveg styrlaði músikanti í þessum hópi og reynslubolta og það gerur okkur kleift að takast við öll lög sem til eru. Eitt sem er mjög vinsælt sem við tökum nánast hverju kvöldi Bohemian Rhapsody með Queen, tökum allt lagið alveg eins og þið gera það. Hvað það, 10-12 mínútur eða eitthvað? 7 hálf eitthvað svoleiðis, en það er náttúrulega heila ópera bara í smámynd og þú gerir það ekki nema að vera með topp fólk í hverju stöðu og gera þetta líka með að stöndum upp á kössunum og vera með læti sko. Þannig að það sko passa með fagmennskuna og Þetta er rosalegt. Sko, hvaða eru það kanarnir sem eru svona hvað maður að segja, leyfa sér að kasta af sér feimninni mest Ítalirnir. Ítalir. Já, ef við fáum Ítala í húsið þá veitum við að verður allt vitlaust sko. En það er fólk úr öllum heimnum og líka því að fólk kemur upp á okkur eftir tónleikana og þakkar okkur þá spyrir náttúrulega, hvaðan eru þið og þá náttúrulega, nú vitum við það þannig að reynslu að fólk er að koma til Íslands frá öllum heimsvornum. Þannig að, Eru þið með einhverja ítalska hittara fyrir Ítali? Nei, þá náttúrulega myndi alltaf hinir sem ekki ítalar ekki fatta. Nei, einmitt. En það við erum alltaf að, eins og ég segi, við erum alltaf að bæta við prógramið, sko. Ég held að minnlagarlistir orðin 150-60 lög, eitthvað svoleiðis. Já, það er ansi gott. Það er bara aðslatti, en við erum alltaf að bæta við, sko. Þannig að það má vel vera að það læðist einhver tíman volari, eða eitthvað svona, kannski eitthvað sirpu eða eitthvað svona smá. Jú, einmitt. Við minnir á sveitaböllunum forðum, sko, þá hafi maður verið að spila 20-25 lög og manni fannst það alveg hellingur. Þannig að 150 það er hansi viljulegt. Einmitt. Og líka til þess að geta að rótira hverju kvöldi, ekki taka sömu lögin. Þetta eru svona 40 lög á kvöldi sem við tökum. Þannig að, einmitt, það er alveg gott að vera með veglega lista, þannig að þú getur í rauninni tekið nýjan lista á morgun. Nákvæmlega. Og talandi um þakklæti, þá tökum við því að fólk að koma aftur í okkur og sumt fólk fer jafnvel að skelljana þegar það kemur til Íslands og svo í sömu ferðina sér okkur spila og það fara að gerast ofta núna að við búum að spila í brúðkaupi fólks sem kemur aftur til Íslands að giftast og líka fólk út heim vil fá okkur að spila í þeirra heimalandi, þannig að við erum að fara okkar fyrstu tónleikaferð til Dubai en með það því að hópurinn er tildragstóður með 7 manna kjarni með 15-20 afleysara sem getum hóað í sem kunna settlistan líka þegar komum upp veikindi og svona þá getur bandið núna að spila á 2 stöðum á saman tíma þannig að hverju kvöld alltaf í Mál og menningu en líka tekið svona þessi engagigg og það var fyrst sinn mikið útlendingar sem kom aftur og fengi okkur í engapartí eða brúðkaup en núna smá saman eru svona íslensk fyrirtæki að fara að bjóða okkur að spila líka þannig að þau að spila í Laugardalshöll, ekki? Það er NASA á laugardaginn svo Laugardalshöll vikun eftir og svo er þetta, þannig að við erum alveg farin að spila alltaf fyrir Íslendinga sem er í rauninni nýtt Já, það er svona annar vængur, sko. Önnur tegund að spila menn, sko. Af því þá þurfum við líka að náttúrulega taka inn íslensku lögin, sem við gerum ekki inn á Mál og menningu, sem ég stund bara æðislegt, mér stund mjög skemmtilegt. En það er líka bara, þetta er allt önnur gigg. Inn á Mál og menningu erum við náttúrulega búin að byggja upp ákveðna rútínu, kannski ekki handrit, en svona, þetta er ákveð upplegg, við sem við vitum að virkar. En ballspilamennskan er aðeins öðruvísi. En hún er líka mjög skemmtileg. En hver oft spilið í mánuði? Þið eru svona söngvararnir og skiptist á að syngja, ekki satt? Ef við tökum 30 kvöld framöndan, ert þú þá bara að syngja 15 og þú 15 nema að koma upp veikindi? Svona aldrei minna en 10 myndi ég segja. 10 til, algengast er svona kannski 10 til 13 og svo eru við með aflýsingafólk sem hoppar inn. Hafið aldrei verið nálega til að ganga fram á ykkur? Er þetta ekki mikið? Það er bara að maður finnur það, þá tekur maður hlýjan okkur dag. Þá gerir maður það og það er nógu fólki. Það er frábært fólk með okkur. Og við þurfum líka, það er líka alveg, ef við tækjum alltaf bara 15 og 15,
þú veist, þá værum við ekki með afleysingafólk sem að spila með okkur og væri í formi og væri heitt og væri, þú veist, gæti komið inn. Þannig að það líka skiptir máli að gefa þeim rými. Algjörlega. Og af því að kúnnarnir eru nánast allir erlendir ferðamenn, það er ástæðan fyrir því að við Íslendingar vitum sáralítið eða ekkert tilvist allra þessari gigga af því þið þurfið ekki að markaðsetja þetta innanlands fyrir okkur Íslendingar. Það er ekki þurft hingað til, sko. En þannig að fólk er nú svona verið að slæpast inn helgar og það er svona að fara að spöðast út með ákveðins hóps Íslendinga. Þannig að föstu og laugardags sérstaklega, þá tökum við eftir því að það er fleiri Íslendingar í salnum. En líka, okkur fannst kannski núna eftir 3 ár tímabært einmitt að landin viti á okkur. Þannig að þið hefði kostað að kíkja líka. Það er mjög gaman hjá okkur. Ég býi 101, ég ætla að kíkja það bara melkina. Þetta er stór merkilegt fyrirbæri. Bara þetta er úthaldið, ég skil þetta ekki, ég þarf að fá að vita hvað það að gera. Ég þarf að heyra það. Til þess að kynna bandið, þá tókum við að því að gefa út okkar fyrsta frumsamdalag. Sem heitir Two Friends. Er það að koma út núna? Já, það kom út á föstudaginn. Kom út á föstudaginn? Já. Hvað nálgast maður á Spotify? Það kom Spotify og bara streymisveitum. Helstu streymisveitum. Þannig að, já, bara eins og Balbjörn gerði í gamla daga. Og þetta, við viljum minna þetta sé geggjað lag sem endurspeglar svolítið andan inn á staðnum bara stuð og gleði. En er svo ekki líka rétt hjá mér að þið eru standið sjálf á einhverjum svona persónulegum tímamótum í útgáfu, er það ekki rétt? Jú, heldur betur sko. Við erum alltaf listamenn og þannig að við spilum bara eins og allir listamenn í Íslandi í tónlist vita þá þú getur ekki það er mjög erfitt að lifa tónlist bara að flytja tónlist þína þannig að fólk er alltaf að spila í fyrirtæki giggum eða að taka cover gig eða að kenna með eigin listsköpun og þannig að Bookstore Band er okkar vinna en svo erum bara listamenn sem alltaf að skapa og það vil svo til að það er hvað sem er allt er þrennt að akkur þessum mánuðum ekki út lag með Bookstore Band, bókabúðabandinu en líka ekki út soloplötur, þannig að ég ekki út mína 3. soloplötur á morgun og svo kemur þín í næsta mánuði. Já, mín 3. soloplata líka kemur út í lok apríl. Hvað er það að segja einlega til hamingju með það? Já, takk fyrir. Og er þín plata jazzplata? Herðu, merkilegt nokk þá er hún það ekki. Síðasta plata var það, hún var alveg hreinræktuð heimalagaður jazz að gamla skólanum, en þetta er ég náttúrulega hringdi í Bookstore Band gæjana til að spila með mér þar á meðal Ragnar en þetta er meira svona samsögða af hvað ég var að segja country pop rocki með gospeli með jazzunditón smá svona samsögða og endurspegla náttúrulega bara hvað maður hefur verið að gera þú veist, síðustu 2 árin sko. Þú veist, maður er bæði búin að spila jazzgeikin en líka búin að vera að spila með Bookstore Band og það sem þú ert að gera og það sem þú hlustar á er það sem kemur út þegar þú ert að skapa. Og þannig var bara Bookstore Band bara mætt í stúdíó Paradís til Ása Guðmunds. Já, sem er í Bookstore Band. Þannig að þetta er fjölskylda sem er að standa með hvorum í líka listsköpunni fyrir utan veggi húsmálsmenningar. Hvaða músík ætlað þú að flytja okkur, Ragnar? Já, hvers konar? Svo kemur morgun. Solo-projektið mitt er svona singer-songwriter based með rock í vafi. Þannig að ég var að skrifa fréttatilkynningu fyrir plötun sem kemur morgun. Ég skrifaði ensku og ég kallaði þetta svona like a Neil Young Santana date night. Þannig að þetta er hljómið svona, amerikana og rock, latin rock svona í samsöðu. Og ég samdi alla plötuna í Mexiko að ferðalagi. Er melodían að koma sterkar inn núna heldur en hefur verið í músík? Góð spurning. Mig grunar að akústíkin sé að koma sterkar inn. Country hefur verið á miklu flugi og það eru mjög margir að færa sig yfir countryð og náttúrulega eðli countrysins er kassagítar og það er þessi akústík en þú veist, það er einhvern veginn bara þannig að það er allt í boði. Þannig að allir orðnir brjálaðar á autotune. Það hendar sumum og hendar ekki öðrum. Það eru allir orðnir brjálaðar á autotune. Sko, til að svara spurningu þinni með þessu, þá haldi ég að líka starfa okkar með Bookstore Band er búin að endurheimta trú okkar á
alvöru músík þannig að þú getur aldrei trompað alvöru fólk að spila alvöru tónlist og ósvikið á sviði Gott hjá að vera svolítið hrókafullur og kalla það alvöru tónlist Sorry Nei, ég er með þér í þessu liði sko, þú spila alvöru tónlist í tónveri en svo fer það getum síu það sem að þú hefur öll tól til þess að hreinsa sándi og svona lagfara trommuslög í tíma og pitcha söng þá stendst voða fáir mátið að gera það ekki þannig að yfirleitt að fá svona pússa mynd af það sem listamenn gera Fyrir ekki að ég var bara að stríða þér Já, nei, þetta er stóra mikil umræða sko. og líka á tímum AI þetta er ennþá mikilvægara og AI og við ætlum ekki að tala það sem Spotify er að gera að búa til hana, eins og greinar sem svo sýndu okkur Spotify er núna að gefa út AI gerða tónlist með íslenskum nöfnum sem heita eitthvað eitthvað íslensk hljómandi nöfn hljómar er svo eitthvað íslenskt og þetta bara gefið út og svo voru þetta að setja playlista og það er peningurinn á Spotify sem gerir þetta alltaf þannig að þessi litla kaka sem var deilt á listamenn, hún er að minka þannig að það segir ykkur það sko að það er ennþá mikilvægt að spila alvöru tónlist fyrir alvöru fólk í rauntíma og það er mikilvægt fyrir eyru okkar allra að við heyrum alvöru tónlist en ekki vonda tónlist það líka sko og við heldur ekki að fólk finnir það þannig að þú veist eins og það kemur bókabúðina þetta er alveg ósvikið og það er það bara er ekki það sama þú færð ekki þess að sömu næringu úr músíkinni þegar hún er náttúrulega bara á streymisveitu af því að hún er á streymisveitu en það er líka bara eitthvað við að hlusta á lifandi músík þú veist að mæta á staðinn sem er heilandi og veist, ég kalla það bara músikalst vítamín þú veist það fær bara næringu Ég dulbi mig kannski sem ítalskan ferðamann og kikja á okkur helgina geta látið öllum miklu látum Endilega velkomin og allir sem að horfa líka bara alltaf velkomin í bókabúðina Frítt inn alltaf Það er alltaf frítt inn Það er bara lapp inn og fókur sæti En magnað og merkilegt framtak og til hamingju með að halda því lifandi, gangandi í allan tíma og kannski bara rétt að byrja Ragnar Ólafsson, tónlistarmaður og Marina Ósk Þórólfsdóttir Þættinum er þá lokið hjá okkur Rauðaborðið verður ekki lengra í kvöld og ekki lengra í þessari viku við verðum næst með dagskrá hér við Rauðaborðið klukkan 20 næsta mánudagskvöld en það nú ýmislegt í boði á morgun verður vikuskammtur fréttir vikunar raktar í beinni útsetningu klukkan 16 með góðum gestum yfirleitt 4 gestir pluss þáttastjórnandi stórt viðtal á laugardaginn og á sunnudaginn eru synir Egils nú ef þig hefur einhver tíman langað að styrkja samstöðina en þú hefur ekki komið því ennþá í verk þá eru hæg heimatökin, þú ferð inn á vefslóðina samstöðin.is, skrollar aðeins niður, finnur hnapp sem heitir áskrift og þar ákveður þú með kreditkortinu þínu að styðja þessa stöð þannig að við verðum áfram í loftinu með 2500 króna hóflegu mánaðar framlagi. Bara skekkinni að þú hefur alltaf verið á leiðinni en hafir ekki komið þér að því. En ég heiti Björn Þorláksson, þættinum er lokið, verið sæl. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.